Velkomin á þennan súpufund, eða hvað er þetta súpufund, og verði ykkur á góðu. Ég heiti Siggi Raggi og er fræðslustjóri KSÍ og verð með erindi núna yfir dögun og fengið utanaðkomandi fyrirlesara til að halda þessi erindi. En að þessu sinni, því miður, þá lendi ég í að tala við ykkur. Erindi sem ég er með, þetta tekur kannski hálftíma, eitthvað svoleiðis, þannig hefur fyrirkomulagið verið og svo hefur tíma til að svara spurningum eða fyrir umræður. Og endilega fá ykkur meiri súpu og þið með alveg að rapa hérna á milli, fá ykkur súpu og brauð. Og ef einhver þarf að fara í vinnuna eða eitthvað, þá bara ekkert mál, þá bara standið upp og farið, ég verði ekkert móðgæður. Og erindi sem ég er með, sjáu þið hérna hugleiðingar leikjálag á ungu leikmönnum. Forstafan af þessu erindi er kannski sú að fyrir nokkrum árum að þá var einn landsliðsþjálfarinn yngri landsliðsþjálfarinn að vinna, að þjálfa yngri landslið og var stundum að gefa frí á landsliðsæfingum sem ég hafa svolítið skrítið því að flestir landsliðsþjálfarar vilja fá sem flestar æfingar en við vorum landsliðsþjálfarar sem að gaf stundum frí, fannst þér ómikið álag á leikmannum og ég fannst þetta, ég var ekki sammála honum en síðan svona eftir því sem árin var liðið þá hef ég svona farið að skoða þetta betur og síðan hann hefur haft heilmikið til síns máls og sérstaklega kannski núna undanfarið þar sem við fórum að geta séð betur álag á unga leikmenn í fótbolta á Íslandi að þá höfum við séð og munum sjá eftir oft alveg ótrúlegt leikjálag sem að ungu leikmenn okkar lenda oft í. Og þannig að ég ætla samt að kalla þetta hugvekju, en ekki prédikun, sem ég með. Þannig að ég vonast til að fyrirlesturinn kannski svona opna þessu augu okkar fyrir því hvort sem þau eru þjálfarar eða foreldrar eða starfi hjá félögunum eða hvað að skoða þessi mál hjá okkar ungu leikmönnum og reyna að gera betur, við erum sífellt að leitast við að gera betur. Þetta eru svona mínar hugleiðingar leikjálag á ungu leikmönnum á Íslandi, þessi fyrirlestur. Og þá kannski það fyrsta hérna er svona típiskar tölur held ég yfir hvað leikmenn æfa oft í viku eftir aldri í félögum á Íslandi. Auðvitað eru alltaf einhverjar undantekningar sem æfa sjaldnar og sumir oftar en ég held svona heilt yfir séð þetta svona sirka fjöldi fótboltaæfinga á viku, sirka. En síðan er það sem gerist er að leikmennir okkar er að gera fjölmargt annað heldur en akkurat bara að vera á fótboltaæfingu hjá okkur og er í heilmiklu öðru líkamlega álagi oft og það getur verið önnur íþróttagrein sem er verið að æfa, bæði börn, unglingar. Það eru skólaíþróttir eða sund og svona má lengi halda áfram. Afreksíþróttabrautir eru það sem eru auka fótboltaæfingar jafnvel 2 í viku og það er líka álag. Sumir eru að æfa aukalega, hafa mikið metnað, vilja komast í meistaraflokk, vilja komast í landslið, vilja komast í byrjunarlið, leggja á sig aukalega. Og sum félög eru með séræfingar fyrir efnilegustu leikmennina sína, þannig að þeir leikmenn geta æft oftar í viku. Og síðan eru landsliðsæfingar og landsliðsverkefni fyrir leikmennina sem eru allra bestir og þau ferðast með landsliðunum og það eru heilmikil ferðalögur og mikil burtu og í yngri landsliðum þá eru oft spilaðir leikir mjög ört og með þess að líka í A-landsleikvanna það er spilað mjög þétt, það er farið á mót og það er mjög mikið álag yfir stuttan tíma. Og sumir að æfa upp fyrir sig líka og eru þar með kannski ungir efni leikmenn, kallast stundum demantana í félögunum og þeir eru að æfa með 2 flokkum. Og í einstaka undantekningartilvikum getur gerst að einhver sé í 3 flokkum. Gerist ekki hjá mjög mörgum en það er samt til svoleiðis leikmenn, við þurfum að vita af þeim. Og svo er heilmikið annað í gangi í lífinu hjá þessu unga fólki. Það er skóli og það er heimalærdómur og það fyrir tími í það og síðan eru próf og þá er oft vakið fram á nætur og lítill svefn. Við lentum við því á A-landsliðsæfingu hjá okkur að einn leikmann svona hálfpartinn leið yfir hana og þá var hann búinn að lesa alla nóttina og lítið búinn að sofa þá var hann landsliðsæfingu lítið búinn að borða á morgunni líka. En þetta er eitthvað sem að ég hafði ekki hugmynd hún sagði mér ekki hún væri í prófi og ég var ekki búinn að leita mér þeim upplýsingum. Þannig að við þurfum kannski að vita líka þessu. Margir eru að vinna með fótboltanum, það er að segja þeir sem eru eldri, eða vinna líka, eða bæði skóla og líka vinna með skólanum og líka í fótbolta.
Þannig að við þurfum að þekkja svolítið leikmann okkar. Það eru ferðalög sem geta fyllt líka fótboltanum. Og svo viljum við náttúrulega líka að leikmennir okkar hafi eitthvað tíma fyrir félagslíf og vini og aðra hluti áhugamál þannig að það gefur nú lífinu gildi hjá þeim. Og þau fyrir eitthvað tíma með fjölskyldunni. Þannig að við sjáum stundum bara leikmennir okkar á fótboltaæfingu en það er heilmikið margt annað í gangi í lífinu hjá þeim sem við þurfum kannski að vera meðvituð Og þetta er mikið álag á þeim oft. Og þá koma þessar spurningar. Er alltaf betra að æfa oftar í viku. Það er að segja, verðum við betra að æfa 10 sinnum í viku heldur en 5 sinnum í viku? Og það er einhver spurning sem við þurfum að svara fyrir okkur sjálf. Við erum þjálfarar út frá okkar hugmyndafræði. Magn versus gæði. Hversu ofta á ég að æfa og hversu lengi miðað við hvað er ég að gera á æfingum. Og svo er það kannski líka það er svolítið einstaklingsbundið hversu mikið leikmenn þola á æfingum. Hversu margar æfingar það höndla eða þeir höndla. Nú, þegar A-landslið kvenna fór í lokakeppni síðast fyrir 4 mánuðum síðan, þá fórum við út í heilmikla rannsóknarvinnu á því hvernig getum við hjálpað leikmönnum okkur að ná sér fljótt fyrir næsta leik. Og lokakeppnin var spiluð þannig alveg sem verður núna. Það er spilað leikur, næsta dag er frí, þriðjudaginn er frí og svo það er spilað þriðja hvern dag. Þannig að við spilum 11. júlí, við spilum 14. júlí og við spilum 17. júlí. Þannig að það er stutt á milli leikja og við spurðum okkur að því hvernig getum við minnkað þennan, verið betri í endurheimt, recovery, hvernig við fljótar að ná okkur fyrir næsta leik. Því á þeim tímapunkti fannst okkur við hafa kannski ekki eins marga leikmenn á bestu liðin til þess að spila í lokakeppninni, ekki margar góðar. Þannig að við vildum svolítið vinna í því að finna góða endurheimt fyrir leikmenn okkar. Þannig að við fórum skoða rannsóknir endurheimt. Og þeir þættir sem eru mikilvægastir í að jafna sig fljótt á milli leikja eru svefn og hvíld, náttúrulega líka, sofum yfir nóttina og svo getum við hvílt okkur líka og þessu getum við haft heilmikla stjórn á í landsliðinu og síðan næring, gríðarlega mikilvæg, hvað við borðum á milli leikjana skiptir miklu máli og þessu stjórnum við líka í landsliðinu og svo getum við stýrt æfingaálagi á milli leikjana, hversu erfitt verður á æfingunum. Og ef við blöndum þessu vel saman þá eigum við líkurnar að ná góðri endurheimt. En nú getum við spurt í félagsliði, sem er raunveruleikinn náttúrulega langt flestra leikmenn í félagsliði, þá getum við spurt hvaða breytum hefur þjálfarinn stjórn á? Og við sjáum að þjálfarinn getur afskaplega lítil áhrif haft á svefn. Hann getur sagt við leikmanninn, jú, þú verður duglegur að fá nægan svefn, sofa 8-9 klukkutíma, sólarhring og svo getur við bara vonað það besta. Við fylgjumst ekki með hvað leikmann fyrir að sofa og raunverulega ekki heldur í landsliðsverkefni. Svo er hvíld milli æfinga, þessu getum við ekki stjórnað í félagsliði. Ég held að það sé leikmannur í skóla, hann er í vinnu, hann er ekki bara að einbeita sér að hvíla sig fyrir næsta leik. Næringu getum við ekki stjórnað í félagsliði nema hugsanlega kannski við máltíð eftir leikinn í einstaka tilvikum en yfirleitt eru leikmannir bara sjálfir að borða. Við getum komið með ráðgjöfum hvað þeir eru að borða, hversu oft og hvað á að vera í matnum og svo framvegis. En þessu stjórnum við mjög lítið. Æfing álag milli leikja getum við stjórnað. Þannig að við höfum ekkert rosalega góð tök á þessum helstu breytum sem að endurheimta leikmannum okkar fyrir næsta leik. Þetta er svolítið mikið háð leikmannum og hversu mikið fræðslu kom áleiðis til leikmannsins. Atvinnumaður sem gerir allt 100% rétt í endurheimt nær samt ekki að endurnýja orkunni líkamans fullkomlega á 72 klukkutíma. Og 72 klukkutíma er tíminn sem er frá fyrsta leik í lokakeppni A-landslið yfir í annan leik og svo yfir í þriðja leik. Og þetta er líka mjög algengur tími fyrir leikmann að jafna sig á þegar það er spilað þriðja hvern dag oft yfir sumartíma í fótbolta og Íslandi og sjáum það betur á eftir. Ég slæði þessu fram hérna og sýni ykkur dæmi úr rannsóknum, 2 rannsóknum, þannig að þið getið séð að þetta er ágætlega stutt. Það er einstaklingsbundið, mjög einstaklingsbundið hversu fljótur út að ná milli leikja.
en meira að segja atvinnumenn í fótbolta sem gera allt 100% rétt og það sem allir þessi þættir coverað eins vel og mögulega hægt er. Við erum að tala um sko Manchester United, við erum að tala um alltaf besta leikmenn. Þessir leikmenn ná ekki að gera þetta eins og hvað þá okkar leikmenn sem eru áhugamenn að spila á Íslandi. Þannig að við þurfum lengri tíma til að ná okkur. Og hérna sjáum við úr rannsókn frá Jens Bangsbo, bara svona rétt til að sýna það sem að gerist þegar við spilum fótboltaleik að við erum ákveðna orkubyrðir í líkamanum. Og þegar leikurinn er búinn, við sjáum að orkubyrðnar eru fullar, við gerum ráð fyrir þessu fullar hérna 100%. Og við spilum fótboltaleik og það er minnkað stórkostlega. Í þessu dæmi eru það að lækka niður í einhver 40% af því sem voru upprunalega. Og það sem gerir síðan er að við fáum okkur að borða á sem framvegis, við reynum að endurhlaða orkubyrðirnar, glýkógenbyrðirnar í líkamanum og fyrstu 18 tímanum þá fara orkubyrðirnar upp og við sjáum að svarta súlan er bara að þú ert að borða eitthvað svona normal diet, það er þess að venjulegt mataræði, en síðan það sem ef þú borðar, ef mataræðið þitt er með mikið af kolvetnum sem er æskilegt fyrir íþróttafólk, að þá nærðu að jafna þig betur. Orkubyrðirnar komast hærra upp, fljótar að jafna þig. Og þess vegna er rosalega mikilvægt fyrsta sólarhringinn að hlaða líkamann orku. Við sjáum eftir fótboltaleiki að strax eru leikmenn komnir með orkudrykk, jafnvel áður en þeir labba út af vellinum í sjónvarpinu. Og við sjáum líka að það hægist rosalega á þessu endurheimt frá 18 tíma upp í 42 tíma. Það verður ekki eins mikil bæting og hér á milli sem við sjáum hér á milli. Og svoleiðis heldur það í raun að vera áfram, ef við höldum áfram. Þetta sýnir bara, þetta er eina amerísku rannsókn, en þetta sýnir svona ferlið sem á sér stað. Síðan er hérna fitness-þjálfari sem heitir Raymond Ferrain, hann kom til Íslands og gerði rannsókn á endurheimt. Þetta er stór rannsókn sem tók 27.002 leiki, ég veit ekki hvað þessi tveir eru. Hann tók 27.000 leiki og skoðaði, hann tók sem þetta alla leikir í meistaradeild, Evrópudeild, allir deildarleikir í helstu deildunum og eitthvað 10 ára aftur í tíma. Alla leiki, þetta er mjög mikill fjöldi leikja. Og það sem hann fór að skoða, hvernig er þetta þegar það eru 3 dagar milli leikja, 72 tímar milli leikja. Skildi liðunum ganga verr í leik nr. 2, þar sem þeir eru pínu þreyttir kannski ennþá, ekki alveg búin að ná sér. Skildi árangurinn verða lagari í þeim leikjum heldur en að þið fengjum meiri hvíld. Og helstu niðurstöður í rannsókninni eru þessar að lið vinna færri leiki ef þið fá bara 2 hvílda milli leikja til að jafna sig. Það er þessu leikur 3 hvern dag, 72 tímar á milli. Lið skora 70% færri mörk á síðasta hálftímanum í leikjum ef hvíldadagarnir eru bara 2 milli leikja. Og lið fá þessu 75% fleiri mörk á síðasta hálftímanum ef hvíldadagarnir eru bara 2 milli leikja. Þannig að hann ályktar að svona stuttur hvíldatími milli leikja er of stuttur. Það hefur áhrif, tölfræðilega marktæk áhrif á frammistöðu liðanna, á frammistöðu leikmanna, næst ekki eins góður árangur. Ekki einu sinni á besta atvinnunum og nú getum við yfirfært hvernig þá íslenskur veruleiki. Þannig að hérna sjáum við dæmi leikjálag sem 16 ára stelpu tekið af heimasíðu KSÍ. Engin nöfn og engin félög, en þetta er bara svona dæmi sem þannig getur séð aðeins hvernig íslenskur raunveruleiki getur verið. Kannski er þetta extreme dæmi, en það er hægt að finna svona dæmi í flest öllum félögunum sem ég skoðaði. Og það eru þessar stelpur sem eru 16, 17 sem eru, og jafnvel yngri, sem eru að spila langmest af öllum í fótbolta á Íslandi. Þessar stelpur eru að spila fleiri leiki, helmingi fleiri leiki heldur en meistaraflokksleikmenn hjá körlunum. Og hérna sjáum við dæmi, þetta er landsliðsstelpa sem spila með 17, landsleik 30. júní, segi ekki hvað ár. Daginn eftir er leikur 1. júlí, og getur mér að byrja 30, þetta er ekki daginn eftir. Já, 20 setna, 3. júlí, spilar hann aftur, og síðan 20 setna 5. júlí spilar hann aftur og síðan spilar hún daginn eftir það í öðru flokki með félagsliðinu sínu
og 2 dögum seinna spilar hún í efstu deild í fyrirliðinu sínu, þannig að hún spilaði hverja einustu mínútu í öllum þessu leikjum og þetta þýðir 2 leikir á 2 dögum, 3 leikir á 4 dögum, 4 á 6 dögum, 5 á 7 dögum, 6 leikir á 9 dögum. Og við vorum að ræða það áðan að líkaminn er ekki að endurheimta orkubirgðirnar sínar fullkomlega þó þessi spilað þriðja hvern dag. En hérna er leikmaður sem lendir í miklu meira álagi heldur en það og hérna hefði náttúrulega þurft landsliðsþjálfarinn að ræða við þjálfara félagsliðsins og þjálfara annar flokks að ræða við þjálfara meistaraflokks og komast að eitthvað svona samkomulagi hvað er æskilegt álag fyrir leikmann. Þessi tiltekni leikmaður lenti í álagsmeiðslum og er frá í mjög langan tíma en vítin kannski til þess að varast þau og þannig að ég slæð þessu fram svona þannig að við hugsum aðeins út í þetta og skoðum aðeins betur hvernig þetta er hjá félögum á Íslandi. Leikmaður leik 10 leiki í júlímánuði, þannig að það er leikur 3 dag allan mánuðinn. Og hérna er dæmi annar leikmann, 18 ára stelpu í Pepsi deild, best í liðinu sínu, spilar allar mínútur með meistaraflokk, spilar líka með öðrum flokk. Og 10 leikir í júlímánuði, hann sé á leikjadagsningarnar, 3. júlí, 4. júlí, 7. júlí og svo framvegis. Og spilaði 29 leiki á 124 dögum. Og er það mikið að lítið, þið getur margfaldað að sirka með 3 til þess að sjá hvað er þetta leikjálagi allt árið og hún myndi spila jafn mikið allt árið. Og sjá hún myndi spila 87 leiki á ári. Og það er mjög mikið. Það er nú allt of mikið. Þannig að þessi leikmaður lendir rosalega miklu leikjaálagi yfir sumarið. Spila allar mínútur meistaraflokk en spila samt 10 leiki með öðrum flokk líka. Spila 90 mínútur í Pepsi deild og svo daginn eftir 75 mínútur í öðrum flokk í 19-0 sigri þar sem var samt leikmann á varamannabekknum í öðrum flokk. Og þá getur maður spurt sig af hverju erum við að láta leikmannum okkar gera þetta? Er það til þess að vinna leiki í yngri flokkum? Er þetta það sem er leikmannum fyrir bestu? Ég veit að leikmannir vilja oft spila, þetta er gaman að keppa og segja aldrei nei sko. En hver þarf þá að hafa vit fyrir leikmann? Til umhugsunar. Hérna er 16 ára mjög öflug stelpa gjaldgengi í 3 flokka. Hérna sjáum við prógram hennar frá 9. júlí til 1. ágúst og hérna er hennar samantekt á því. Spilaði 4 landsleiki, 3 leiki í Pepsi deild, 1 leikur í öðrum flokk. Leikurinn í öðrum flokk var á Akureyri, daginn eftir leikamóti, leik með meistaraflokk. Margar landsliðsæfingar og meistaraflokksæfingar þar sem hann æfir upp fyrir sig. Þessi stelpa best í sínum árgang. Ferðalög milli landa og innanlands. Og svo er hann skellt í að spila á Reykjavík með 3 flokk. Í öllu þessu leikjaálagi. Þannig að reynum að, eins og ég segi vítinu til að varða, reynum að hugsa aðeins hvernig er þetta hjá barninu mínu ef ég er foreldri, hvernig er þetta hjá efnilegum leikmönnum sem ég er að þjálfa ef ég er þjálfari, ef ég er efnilegur leikmaður, hvað er ég búinn að spila marga leiki í mánuðinum. Og þetta virðist vera meira vandamál hjá stelpum, það eru fámennari flokkar, það er ekki margir góðir leikmenn kannski, þannig að það er kannski stelpurnar spila meira með 2 flokkum, jafnvel 3 flokkum til þess að félagið eigi lið. En það þarf samt að vera meðvitaður þetta líka hjá strákum. Og síðan kannski til þess að pæla hans í öðru, að við erum með leikmann í annarslinu, Sara Björk Gunnarsdóttir, og hún er hlaupa lengst hjá okkur í þrekprófum. Og er raun og veru á pari við bestu leikmann heims í fitness. Í félagsliðinu sínu hleypur hún lengst. Hún spilar fyrir 1 af 2 bestu liðunum í Svíþjóð. Og hérna sjáum við niðurstöður úr þrekprófi hjá U17 í janúar. Hljóp 1034 metra í Yo-Yo Recovery testinu, level 1. Ég veit ekki hvað það hefur bara ykkur út af það. Meðaltal U19 var aðeins meira, 1196 metrar inn meðaltal A-landsliðs í janúar, febrúar og mars. Og Sara Björk hleypur miklu lengra heldur en það er miklu betra formi. Og í mars var hún komin upp í 2400 metra. Þannig að hún er rosalega fit og ástæðan fyrir ég tek dæmi Söru er að hún hringdi í mig þegar hún var hérna í desember. Og hún sagði ég er svo ósátt við að þjálfarinn minn úti, og þetta er off-season í henni í raun og veru, desember, janúar. Og
ég er svo ósátt við að þjálfarinn minn úti er búinn að segja ég má ekki æfa svona mikið. Ég segi, hvað ertu vön að æfa mikið? Hann segi, ég er vön að æfa 10 sinnum í viku. Ég segi, ertu vön að æfa 10 sinnum í viku líka off-season í desember? Og segi, já, ég hef bara alltaf gert það. Og hún virðist ekki geta höndla mjög mikið æfingálega og vill æfa mikið. Og ég segi, þú verður að fara eftir sem þjálfarinn segir. Og þjálfarinn vildi láta hann bara æfa 5 sinnum í viku, dró úr æfingamagninu og en þegar hún tæki æfingar þá myndi bara taka vel á því. Ég segi, prófaðu að gera það. Þú veist alltaf að ef það gengur ekki upp þá ertu alltaf að fljóta og komast aftur í form. Og hún prófaði það og þannig að hún dró mjög mikið úr æfingamagninu en hafði góð gæði á æfingunum sem hún vann í og niðurstaðan var það samt að hún hljóp lengst af öllum í sínu félagsliði. Þannig að þetta er þessi spurning gæði versus magn. Aðeins fá okkur til þess að pæla í því. Og síðan þetta að spila versus æfa. Það var æfing á 19 ára landsliðinu kvenna fyrir nokkrum mánuðum síðan þessi vetur og þar henni var hægt snemma þannig að það var auka tími og ég var með á æfingunni. Ég vann lengur með einu leikmann með center. Og við tókum 200 bolta, klárum færi 200 boltar. Það tók okkur kannski hálftíma, 30-35 mínútur. Og þegar æfingin búin þá hugsaði ég, heyrðu, ok, hún náði að klára eitthvað 200 bolta. Hvað þurfti hún að spila marga leiki til þess að klára 200 færi? Og komst fljótlega að því reynstæmi að það meira en heilt keppnistímabil til þess að fá 200 færi sem center. En þú nærð 200 færum á einni æfingu. Þannig að hvar verður leikmaður betri í klár færi? Eins getum við hugsað hvar verður leikmaður betri í að senda boltan, taka á móti boltanum með mann í bakinu, hvaða færni sem er í fótbolta, endurtekningin mun eiga sér stað á æfingum. En auðvitað þurfum við að æfa færnin okkar líka í leik, en það þarf að vera einhvern balans. Og enda gerist það reyndar í leikjum að við fáum boltan kannski svona við leikurum leikinn okkar með prósón leikjarningaforriti og leikmenn okkar eru með boltan kannski svona 60 sekúndur í leiknum, eitthvað svoleiðis. Snerta boltan, eiga kannski 40 sendingar í leik, 40-50 sendingar. Þannig að sjá að endurtekningin á færnum mjög lítil, það er að hlaupa allan leikinn. Þannig að á æfingum bætum við leikmenn okkar. Og svo er annað, ef við látum leikmenn okkar spila svo mikið, að meiðslatíðnin verður miklu meiri. Rannsóknir á meiðslatíðni sýna að það eru miklu meiri líkur á meigast í leik heldur en á æfingum. Og þannig að við erum að setja þær í mjög aukna líkur á að meiði sig. Sérstaklega að spila 10 leiki í einu mánuði og gefa þeim ekki nægan tíma til að hvíla sig á milli. Þannig að öll þessi tæknilegu atriði sem gerast miklu oftar á æfingum heldur en í leik. Og við getum spurt hvort býr til betri leikmenn. Leikmennir sem er að koma inn í landsliðinu okkar segir við oft að við vildum sjá betri sendingafærni, betri móttöku, betri leikskilning, betri taktík. Margt þarf að bæta, hvar bætum við það? Ef við verum með 16 ára leikmenn sem er mjög efnilegur, verðum betri á að keppa eða verðum betri á að æfa þættina. Á æfingum getur þjálfarinn stigið miklu oftar inn í og leiðbeint og sagt hvað þarf að gera betur, stoppað, það er erfitt í leik. Getur kallað leikmann út af hliðarlínu eða öskrað en hann er yfirleitt upptekinn með einbeitinguna við annað. Þannig að þetta er spurning hvar við komum þessari endurgjöf og framfæri. Og á hverju þurfa leikmann eitthvað að halda? Það gæti líka verið eitthvað leikmann þurfi að keppa og læra þannig, vanti meiri leikareynslu. Og hérna er síðan mynd af Guðmundi Benediktssyni sem var svona, getum við sagt, demantur, þessi kallar demantur og rosalega góður leikmaður, strax ungur. Og hérna er sonur hans sem minnir margt á Gumma, mjög efnilegur strákur, mjög flinkur líka eins og Gummi. Og við þurfum bara að passa upp á leikjála á þessa leikmenn. Þið vita örugglega jafn vel og ég, þeir hugsið tilbaka og fullt af efnilegum leikmannum sem þið hafi kynnst eða spila með eða þjálfað, sem voru rosalega efnilegir, en lenti í brjálum álagsmeiðslum. Það var ekki eins mikið úr ferlinum og við vonuðumst til. En við þurfum að passa svolítið upp á þessa leikmenn. Og svona samantækt margir efnilegustu leikmannum virðast keppa of mikið við suma tíma.
skoðið hjá ykkar félagi. Það hægt að fara inn á, getur skoðað eftir, farið inn á ksi.is. Við höfum bætt við valmöguleika þar sem ekki víst að allir vita af, kom fyrir nokkrum vikur síðan, að það er hægt að skoða núna leikjaferil leikmanna, sem þýðir að ég get slegið inn Stormsenterinn Dagur Steinn Dagbjörnsson og séð leikjaferil hans, alla leikjana sem hann hefur spilað á sínu ferli og þannig get ég skoða hvað hann er búinn að spila marga leiki í sumar og hann var kannski að spila í 2 flokkum og 2 landsliðum eða eitthvað og það koma allir leikinir upp í einni bunu þannig að ég get fylgst betur með leikjaálæginu hjá honum. Og því það getur verið erfitt, ég er kannski þjálfað meistaraflokk og svo er leikmaður líka hjá mér að spila í öðru flokk og ég kannski ekki næ ekki alveg að hafa yfirsýn líka yfir allt það hvað hann er að gera það. Þannig að þessi valmöguleiki leikjaferill, farið undir mót, sláið inn nafni leikmanns og að þá getið þið séð raun og leikjaferill. Áður var bara hægt að sjá landsleikjaferill og núna sé hægt að sjá allan leikjaferill. Það hjálpar að fylgjast með álagi. Og síðan þetta, hver ber ábyrgð á álaginu á unga leikmenn í félaginu ykkar? Er það þjálfari meistaraflokks? Er það yfirþjálfarinn? Er það einhver annar? Það er einhver fagaðili sem sér það. Ef þau eru foreldri, skoðið hvað er barnið mitt búið að spila mikið, hvað er búið að æfa mikið, hvað er langt sem það fekk frídag. Og því það er líka nauðsynlegt stundum að hvíla. Það er ekki alltaf best að æfa. Við þurfum stundum líka að hvíla. Og það þarf einhverjum ábyrgur fyrir hverju félag sem passar upp á þetta. Það er líka hægt að fara hinn veginn og við getum líka lent í því út að mikið að gera einhverju höfum ekki yfirsýn. Allt í einu einhver leikmann sem er á milli flokka, að spila með 2-3 flokkum, að spila alltaf lítið. Varmaður hjá mér, kom ekki inn á, en misti samt að leik með öðrum flokki. Þannig að hún fær ekki leikinn sinn. Og þannig að við þurfum líka að meðvita það, bara fylgjast vel með leiki á leik. Og er mikilvægast að búa til leikmann fyrir framtíðina eða að vinna leiki í yngri flokkum. Og þar komum við svolítið líka á vandamáli að þjálfari í yngri flokkum, þeir upplifa kannski pressu frá félaginu sem ég verð að vinna leiki. Svoleiðis sýni ég fram á að ég sé góður þjálfari ef að ég vinn leiki með liðið mitt, ef við vinnum mótin og þess vegna vil ég alltaf fá sterkasta liðið og það er kannski skemmtilega að þjálfa, sterkastu leikmanna, bestu leikmanna. En það gæti þýtt að við séum pínulítið að gera það sem er ekki akkúrat leikmanni fyrir bestu, það er skiptið. Og við þurfum að vera meðvituð það að markmið okkar hlýtur að búa til góða leikmenn fyrir framtíðina í staðinn fyrir að við unnum öll mótin í 3. flokki eða öðrum flokki eða hvað. Og þá kemur aftur því að hverjir ráða og reka þjálfara í félögunum. Er það fagaðili eða er það einhver foreldri sem ekki vita á þjálfun og skoða bara hvað unnum við marga leiki? Því að markmið á ekki að vera bara að vinna leiki. Jú, við viljum vinna leiki og gott að vinna leiki, en markmið er að búa til góða leikmenn. Og þannig að það fyrir allir á sömu línu með þetta. Þjálfararnir, þeir sem stjórna hjá félögunum, ráða og reka þjálfarana, þannig að það séu allir á sömu línu. Nei, við hvílum þreytta efnilega leikmenn sem voru að spila allt og mikið núna, þar hvíl, þó það sé mikilvæga leikmenn í einhverjum flokk. Og félag geta mótað sér stefnu hversu marga leiki er æskilegt að leikmaðurinn eitthvað spili. Gæti verið mismunandi eftir aldri. Viljum við hafa einhvern hámarksfjölda á því. Hve marga hvíldadaga viljið láta líða milli leiki hjá leikmönnum ykkar? Er allt í lagi ef það er mikilvæg leikmaður að spila í 2 daga í röð, 3 leiki á 4 dögum eins og var áðan, 6 leiki á 9 dögum? Hvar liggja mörkin í okkar félagi? Eða ég sem foreldri, hvaða reglur vil ég setja fyrir barnið mitt? Því að ég vil hafa eitthvað eftirlit með því. Og aftur já, hverjir ráða og reka þjálfarana, hvað er árangur? Við viljum reyna að búa til góða leikmenn, ekki alltaf bara að keppa og vinna leiki. Þetta er fyrirlesturinn minn í hnotskurn, eins og ég sagði, hugvekja, þetta að vera ekki predikun og vekja fólk til umhugsunar. Og ég vona að þetta hafi svona aðeins fengið ykkur til að hugsa, hvetja ykkur til að skoða. Dagur getur sett inn, fara inn á heimasíðuna, þannig að við getum sýnt og leikja fyrir hérna. Ég var ekki á þessa leiki. Þannig sjáið hvað er hægt að skoða þetta. Þá fyrir við hérna í mót. Nei, þetta er ekki komið.
komu. Hérna heimasíðu KSÍ, ksi.is og við veljum mótormál og skrollum hérna aðeins niður. Þá getum við farið í leit að félagsmanni, vinstra megin, slegið nafn og hérna Glódís Perla Viggósdóttir, kannast við hana. Og þá get ég smellt á hana. Við getum séð alla landsleikina hennar með því að smella hér, en svo er komið hérna option sem heitir leikjaferill og þá getum við séð leikinn hennar. Við getum slegið inn í raun og veru bara alla leiki sem hún hefur spilað eða skoðað afmarkað tímabil, mánuði eða hérna ár. Þannig að við getum séð núna hversu mikið hún er búin að spila með þennum ýmsu landsliðum og með sínum félagsliðum eða yngri flokkum og leikskýrslurnar eru allar aðgengilegar hér líka, þannig að þetta er smella og sjá hvað hún spilaði margar mínútur en listinn kemur sem sagt bara svona upp, þannig að þið getið fylgst með þessu betur. Annars ætlum ég bara að opna fyrir spurningar ef það er einhverjar eða komment frá einhverjum. Tryggi, mig langar að spyrja hérna einu veginn saman við þetta. Það varst að vera þarna dæmi sem eru kannski, eins og þú lýsti sjálfur, kannski eitthvað svona ekstrím. Já. En þetta vekur svona spurningar og er ekki ráð að það verði gerð ítarlegri úttekt á þessu svona yfir línuna hvernig þetta er og þá í framhaldinu því að setja einhver svona viðmiðunarmörk í sambandi við svona reyngjana. Ég held að það sé mjög góð punktur hér að rannsaka þetta betur, skoða þetta betur og já, spurningin var hvort að við gætum sem sagt skoða þetta betur, gert ítarlega úttekt og í framhaldinu setja einhverjur viðmið eða reglur um hvað á spila marga leiki. Ég held sem mjög gott að skoða þetta betur, gera rannsókn og stundum náum við að hvetja nemendur í háskólanum til þess að gera rannsóknir og þetta verður mjög áhugaverð rannsókn að skoða hvernig þetta er mismunandi á strákum og stelpum, ég held að það sé mismunur, það er mín tilfinning. En hvort við eigum að setja sem knattspyrnusambandið einhverja lágmarksleikjafjölda eða hámarksleikjafjölda er pínu erfitt. Félögin svona ráða þjálfuninni heilt yfir hjá sínum leikmönnum og móta sér sína stefnu sjálf og eru með pínu ólíkar áherslur hvert og eitt. Og svo er líka mismunandi einmitt að þú getur verið með leikmann sem er í 2-3 flokkum en spila kannski mjög lítið, fáar mínútur. Þannig að leikjafjöldin er kannski ekki aðalmáli heldur hversu margar mínútur er verið að spila. Þá sér þið betur álægið hjá leikmannum. Þetta er góð punktur. Fleiri spurningar? Já. Það er ein viðbót við þetta. Við erum með bestu leikmennina í fótboltanum og við tökum úlingana. Þessi krakkar eru mjög liðtækir og eftirsóttir í handbolta, körfubolta og íþróttir. Þannig að hún nefndi stelpurnar áðan sem að spila kannski í 2-3 flokkum í fótboltanum. Það eru kannski líka í 2-3 flokkum í handbolta eða körfubolta. Og það sem ég fylgst með svona í gegnum tíðina, það var eiginlega mín niðurstaða að það verður að setja einhvern leikjaskamt á úlingar. Leikmaður hann má spila, við tökum dæmi, 60 leiki á ári. Ef hann eyði þeim í handbolta, þá bara fara í fótboltaleik. Já, það sem hann var að segja, þá svo endurtæki þá hérna er mikilvægt að tala um að hafa kannski ákveðin leikjaskamt, ákveðin fjölda leikja ári hjá börnum sem eru í fleiri en einni íþróttagrein. Ég held að það sé bara mjög gott ef þetta vera meðvitaður álag sem er líka í einhver hjá okkur bæði í fótbolta og líka í handbolta eða einhver annarri grein. Að vera meðvitað álag sem er þar líka og reyna að samræma og vinna einhvern veginn saman. Þannig að þessi fylgst eitthvað einhvern veginn með álag, sammála því. Fleiri spurningar? Kannski eitt hérna með, bara eins og nefndi þetta fyrst, bara með íþróttakennslu líka. Já. Setja fram á næsta árum, en hérna kannski setja þetta eins og grunnskólinn, þegar börnum eru búin í 9. og 10. bekk. Þá verður við að kenna íþróttir og sundi sem þú sagði, þessi æfa oft og keppa mikið. Og við erum kepp í skólanum, við hvorki íþróttafélaginu að auðvitað á strókvota, að íþróttafélaginu og skólinn fara að vinna saman. Þess að kannski aðeins í framhaldsskóla, við myndum fengið leyfi með því að spila ykkur vottorði. Þannig að börnir þessu það sé ekki verið, þau voru kannski erfið aðeins í gær, þau voru farið tímtest í dag í skólanum
sko leikur í kvöld eða morgun, þannig að það er mjög álag líka að skólinn og íþróttafélögin fara að vinna saman til þess að álagið verði ekki mikið á þessum einstaklingum sem eru líka að vaxa á þessum árum. Já, ég er sammála þessu líka að skólar og íþróttafélög þurfa að vinna vel saman og spurningin sem kom úr salið og ekki heilt að einhverjir tugir að fylgjast með þessu á netinu, þannig að ég er að endurtaka allt. En pælingin sem kom upp þannig var að skólar og íþróttafélög þurfa að vinna saman með börn sem eru í mörgu, hvort þau getum ekki frí í skólaíþróttum eða þessi tekið tillit til þess á einhvern hátt. Þessi samræmt, sammála líka, góð punktur. Já. Ég er kennari í Fjölbrautaskólanum, í Breiðholti eins og þess, og það er tekið tillit til þess. Krakki sem er í afreksíþróttum, hann fær metna eina einingu per önn. Í framhaldsskóla? En er það svolítið í grunnskóla líka? Ég var þar kannski frekar eins og þegar skólinn er 3. flokk í 9. og 10. Já, ok. Það getur verið munur á framhaldsskóla og grunnskóla í þessu. Davíð? Já, ég haldi áfram bara þar sem ég tengi ekki við Fjölbrautaskólann og eins og í Breiðholti, grunnskólann líka. Þá eru bestu leikmennir okkar í 9. og 10. bekk í samvinnu við íþróttakennarana að koma þér á æfingu til okkar í staðinn fyrir að fara í íþrótt. Þannig að þeir taka prófin í. Þannig að ég held að þetta sé líka, það þarf ekki að vera einhver heildstæð stefna kannski, það er bara frekar að semja við íþróttakennarana. Ég held að skilji það allir. Eða þá þeir bara frí álægir. Já. Allavega það sé samræmi á milli... Nei, menn við tölum bara saman. Já. Já. Þannig að þetta sé unnið íþróttafélagið sé í samvinnu við skólann. Þetta kannski jafn mikið mál og allir hann. Fundur lausn, já. Kristján? Ég held að þetta er náttúrulega klassísk debatt hérna sem skóla og íþróttagreina. Ég held að það sé lítill hluti af vandamálum. Við erum náttúrulega að tala um sumartíma, þá er ekki skóli, þá er þetta leikjálag, þá er fólk að brotna inn. Þetta er svona gott hugtakinn með gimstuna. Ég held að við séum að glutur og höndum á gimstuna hverju degi. Ekki endilega bara í fótbolta, þetta er með einhverjum greinu. Þetta er svona einhverja sögur sem við kannski heyrum ekkert svo oft. En ég veit kannski að ég ætti nú að benda þér á hérna var grein sett inn á fótbolta.net fyrir 2 árum, rúmum 2 árum síðan, og voru 2011, sem voru teknir saman efnilegustu leikmenn eitthvað úrvalsdeildarfélaga. Leikmenn sem gætu sprungið úr. Það var tekið fyrir hver og einn, þetta voru yfirleitt annarflokksstrákar. Og það var sagt frá því hvað þeir voru miklir íslensmeistarar hér og þar og hvað voru frábærir og allt það. Svo kom svona ein setning, eiginlega ná sér öll. Hann hefur verið mjög óheppinn með meiðsli. Og þetta óheppinn með meiðsli er eitthvað sem við verðum að útrýma úr umræðinu. Ég held sé mjög nærtækt og ég er eitthvað algjörlega hlynntur því að KSÍ kannski setja ekki með þetta reglu. Það gefi út við ekki að ætla til þess að leikmaður sé á skýrslu 2 daga í röð. Og helst ekki að spila meira en x marga mínútur á viku eða hvað það er. Og svo finnst mér líka að þetta er að koma þeirri venju að leikmenn, sérstaklega unglingar, tileinka sér að halda æfingarnar. Þeir halda, þetta er mjög einfalt, halda utan svefn og æfinga og leikjálag. Þannig að leikmann sem færa til, þú sem landsliðsþjálfari fær til, heldur maður kíkja á æfingarnar. Ok, síðustu 2 vikur, það er svona. Það er frí í það. Mjög gott. Kristján var kominn á margt og mjög góð punktur með æfingadagbók. Þegar leikmenn geta haldið æfingadagbók til að fylgjast með álagi og hann ræddi líka á fótbolta.net var grein fyrir 2 ár síðan sem að listaði upp mjög erfiðlega leikmenn sem að flestir voru með þá setningu en hefur lent í alveglega meiðslum eða er núna meiddur. Og ræddi þetta líka á leikjálagið mest á sumrin þegar skólinn ekki þannig að við þurfum líka kannski að vera meðvitað það. Janus, varstu með? Punkt. Eitt atriði. Takk fyrir gott innlegg. KSÍ getur ekki dregið sig fullan ábyrgð á þessu. Þú sýndir það áðan. Það eru landsleikjaferli inn í félagslegu. KSÍ verður að setja reglur. Það er ekki verið að vinna fagmennsku ofan frá með þetta álag. Þetta er óviðunandi að hafa svo mikið álag á okkar efnilega. Það er í rauninni verið að brenna það út nátt fyrir tíma. Ég get ekki undir það, ég hef alveg verið fólk í hvernig hérna. Og ég aðeins klára? Já, fyrir ekki, ég skal vera í gól. Og ég er á því að viðmiðun duga ekki, þið þurfum að setja ykkur reglur fyrir einstaklingar sem eru í öðrum flokk eða 20 og yngri að þeir spili bara hámarki 2 sinnum í viku. Ef þeir spila hliðarskiptið þá má dæma leikinn tapaðan. Ok, Janus er því að KSÍ þurfa að setja reglur
ekki bara kannski viðmið, þetta reglur leikjafjölda og við erum alltaf að skoða það og opnum hug. Þess að þið stuðnist þá kannski næstu viku hjá mér eru 3 leikir á 6 dögum sem að skipulagða KSÍ í öðrum flokki kvenna. 3 leikir á 6 dögum í öðrum flokki kvenna hjá þér. Og á milli eru 2 leikir í kvennadeildinni hjá sama félagi. Já. Þannig að KSÍ ekkert að hjálpa þarna. Með þetta, í sambandi við leiki álag. Já. Þannig að þetta líka ábyrgðin. Þannig að þetta líka skipulagsatriði mögulega hjá KSÍ eins og segið. KSÍ hluti af náttúrulega leikjaálaginu og það skipulagði landslíki og stundum reyndar á föstum ákveðnum dagsetningum sem við höfum getum ekki stjórnað sjálf alþjóðleg mót og annað sem við tökum þátt í og gjarnan myndum við vilja hafa lengri tíma oft á milli landsleikja. En varst þú með? Bara svona kannski til það bóttum með, erum við ekki bara að skila af okkur og fá stelpum, hvað sem ekki náða på brottfallið. Það strax í 5. 7. flokkar láta hvernig að spila og það eldi þær upp á flokkana í stæðan fyrir að búa til fleiri hluti og einbjönd okkur bara að því bara strax frá grunni og stakka hópinn, þannig að séu fleiri, hann hafa fleiri möguleikum að nóða öruglega, hvað sem brottfallið. Já, ég held að það náttúrulega hluti af vandamálinu eins og segir að það of fáir leikmenn og margar sem hætta og þá orðið fámennt í liðunum og við viljum halda út í flokknum þannig að við tökum þá leikmenn neðan frá og færa upp til þess að geti spilað og þar með þær fann að spila í 2 flokkum þannig að kannski lausnin á því vandamáli eins og segir að þjálfa betur, eða sinna leikmenn okkar betur, passa upp á brottfallið, vera með góða þjálfara og þar með eiga fleiri góða leikmenn til þess að skila upp flokkana. Þetta verður minna vandamál þegar það væri komið. Eru fleiri punktar? Já. Einn í viðbót sem að varðandi fjölda æfingar. Þekkja hann að ég starfa ekki bara í fótbolta heldur hinabolta hérna líka. Þá alltaf tilhneiging svo að íþróttaþjálfarar þeir kunna náttúrulega bara þjálfa sína íþrótt og þegar þeir eru metnaðarfullir og vilja gera eitthvað með trompi þá það yfirleitt að auka sama æfingamagn, eða sama álag, auka við það. Samskonar æfingar, bæta við 7. fótboltaæfingum eða morgunæfingar sem við farið í fótbolta líka, keimlíkt álag, mjög einhæft álag. Ég held að það sé þess vegna þarf ekkert önnur íþróttagrein endilega að vera neitt slæmt, það getur þess vegna vegið upp á móti. En tilhneigingin alltaf svo að gera meira því sama og þar verður að líka sjöndverðingar. Já. Lausnin getur verið í staðinn verið bara fjölga æfingum sem verið það sem gert svipað æfingum alltaf að það sé lítið líka til að það hægt að hafa öðruvísi æfingar og að hafa öðruvísi æfingaálag og þá kemur fjölbreytni og kannski minna brottfall líka í kjölfarið. Ég held að það sé bara nokkurn veginn komið klukkan 1. Ég þakka ykkur fyrir komuna, það ennþá kannski til eitthvað súpa, þá endilega fá ykkur. Við munum auglýsa bara næsta súpufund á hefðbundinn hátt eftir kannski 3-4 vikur verða. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Nei.